Já, velkomin í Rauðaborðið, í svona, við ætlum að vera með svona debatt hérna. Hérna hingað komnar Helga Vala Helgadóttir sem þingflokksformaður Samfylkingarinnar og Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir sem varað formaður þingflokks VG. Verið velkomnar báðar tvær. Takk. Hérna, þingi byrjar á þriðjudaginn, þannig að ég fekk ykkur hingað til þess að svona, það var svona smá vangaveltur það. Hvað verður þetta þing? Má við byrja á þér, Helga? Hvers svona þing verður þetta? Já, auðvitað. Við hlökkum auðvitað til að sjá fjárlögin, hvort að þetta verði fjárlögum niðurskurðar og ójöfnuðar eða hvort það er að koma eitthvað til móts við fólkið í landinu. Það er auðvitað lykillinn. Þannig að við bíðum spennt eftir því. Mér fannst matvælaráðherra slá aðeins tóninn í fjölmiðlum í vikunni þegar hún sagði að það þyrftu auðvitað allar stofnanir að gæta aðhalds. Mér fannst það svona gefa ákveðna vísbendingu hvað er í vændum, en ég held að við þurfum að standa sérstaklega vörð almannatryggingakerfið og efla það og heilbrigðiskerfið sem að við verðum að passa upp á og tryggja að fái nægilegt fjármagn. Bjarkey, ætlið þið að passa upp á þetta? Ætlið að passa upp á heilbrigðiskerfið og almannatryggingakerfið? Já, sko, fjárlögin verða kynnt á mánudagsmorgun og bæði fyrir fjárlaganefnd og svo bara fyrir alþjóð. Þannig að þá kemur nú í ljós kannski komi í ljós þessar stóru línur sem við erum að horfast í augu við. Sannarlega má segja svo sem að fjármálaáætlun hafi gefið allt til kynna hvað framundan þó að við þekkjum það nú að allir hlutir eru endurskoðaðir bara í ljósi stöðunar. Það er mín von allavega að við gerum það, við stöndum vörðum þessi kerfi okkar hér eftir sem hingað til, að þá held ég að það sé bara, og tekar undir það með Helgu viljið sé fullt þörf á því að við hugum að því, og félags- og vinnumarkaðsráðherra hefur nú talsett í það áttina og hefur auðvitað lagt að staði þá vegferð að reyna að vinda ofan af þessu kerfi. Þá er ég nú kannski fyrst og fremst að tala hvernig það og áhrif þess á þá sem að þurfa að reiða sig á almannatryggingakerfið. En við þurfum að gera það, við þurfum að efla tilfærslukerfin líka allsömmul að mínu mati. En núna þingir að byrja og það vaxandi verðbólga, það efnahagskreppa vaxandi í Evrópu sem að mun hafa áhrif hér. Það verið að tala að fækki ferðamönnum vegna þess að það sé að kreppa í Bretlandi. Það eru kjarasamningar framundan, þannig að þetta ekki þingvetur sem mun einkennast af ólgu, Helga Vala? Jú, ég held að það sé óhjákvæmilegt, en oft hefur ólgan verið meiri innanhús niðri við Austurvöll. Ég held að hvað sem ríkisstjórnin reynir að sýna svona að það ríki friður á stjórnarheimilinu, þá held ég að utanaðkomandi áhrif muni hafa mjög mikið að segja svona líðan fólks í þessari ríkisstjórn. Af því að við heyrðum alveg hvað varaformaður VG sagði til dæmis á flokksstjórnarfundi Vinstri grænna á Ísafirði daginn, og honum hugnast ekki að vera í þessari ríkisstjórn. Og það verður gaman að sjá hvernig þau fara að því að svona feta þetta einstigi, að reyna að vera samstíga. Sama má segja varaformann Framsóknar. Manni sýnist á öllu að hún vilji heldur ekki vera í þessari ríkisstjórn. En Bjarkey, vilt þú vera í þessari ríkisstjórn? Já, ég meina, ég vil alveg vera í þessari ríkisstjórn, þess vegna erum við það sem við erum, og þetta er kannski vel í lagt að tólka orð varaformanns Vinstri grænna með þessum hætti. Hann sagði sannarlega það að þetta væri ekki endilega eitthvað framtíðarmynstur, og ég hef alltaf sagt það. Þetta er ekki framtíðarmynstur sem að ég myndi vilja sjá, að hafa ríkisstjórn, svona samsteypustjórn eins og við erum búin að vera í núna og erum í. Þetta hins vegar ekki eitthvað afleitt langt í frá, en ég held að hver eru gallarnir sem hann að vísa til? Akkur er þetta svona erfitt? Hvaða mál það sem að þið ná ekki fram? Hvað það sem að þurfa að setja ykkur við sem að þið myndu telja að vera í betri vist með öðrum flokkum eftir 3 ár? Já, er það ekki bara þannig alveg svo þegar við vorum í ríkisstjórn 2009-13, ég menna þó við værum þá saman vinstriflokkarnir svo kalluðu, að þá það nú samt sem áður að það málamiðlanir alltaf hreint sem að það þurfa að eiga sér stað,
og ég meina það liggur alveg fyrir að það eru þetta ólíka stefnur í stórum málaflokkum, ég meina það eru ólíka stefnur í skattamálum og það eru ólíka stefnur í mörgum velferðarmálum, ég meina það liggur alveg fyrir og hefur engin dregin en að dula það myndi kannski fara betur á því að vera með vinstri flokkum. En varðandi veturinn á þingi framöndan, já, ég tek undir, ég held að verða erfiður, ekki endilega ólga eða eitthvað, en það bara fylgir því þegar það eru lausir kjarasamningar og annað slíkt og það stefnir svona í átök sýnismanni, minnst að orðræðu verkalýðsforingja, að þá fylgir það alltaf dálítið að það getur orðið strembinir á þingi eins og kannski bara í samfélaginu öllu. En ætti það ekki að vera bara gott fyrir vinstri flokka á þingi þegar það eru svona samningar og eru kröfur svolítið stál í stál á vinnumarkaði og kannski leiðin til þess að hér verði ekki langvarandi verkföll eru það að ríki komi til móts við kröfur verkalýðsins sem ætti að vera meira og minna kröfur vinstri flokka. Húsnæðiskerfi, velferðarkerfin, barnabætur, vaxtabætur, réttlátara skattkerfi, þetta ekki bara frábært að fyrir vinstri, þeir eru báðar úr Bjarki sagði svokölluð vinstriflokkum, hún sagði það svokölluð vinstristjórn, þetta ekki bara frábært tíð, þetta ekki skemmtilegt framöndan, algjörlega? Jú, en ef maður horfir á lífskjarasamningana sem að ríkisstjórnin var auðvitað hluti að og átti að svona efna ýmsa þætti til þess að lífskjarasamningarnir gætu haldið, að þá stendur rosalega margt eftir, óleyst og óklárað. Þannig að það mun líka reyna á þetta, að hversu trúverðugur samningsaðili eru stjórnvöld sem að ekki hafa uppfyllt það sem að þau ættu að gera í lífskjarasamningunum. Þannig að ég held að það muni líka verða býsna erfitt fyrir þau, því að við vitum auðvitað með ýmsa þætti þar, að til dæmis Sjálfstæðisflokkurinn bara einlæglega á móti því sem að þar var samið og þar eru auðvitað að tala svona hluti eins og kennitöluflakkið og launaþjófnaðinn og þess aftar sem að bara sett beinlínis til þess að vernda launafólk og leigubremsu og alls konar hluti sem að voru drepnir sem að var þó búið að lofa. Bjarki, má samt ekki segja þetta, þið eru alltaf að semja við Framsókn og Sjálfstæðisflokkinn og núna þegar verkalýðshreyfingin undirbúa sig og þá eru þið svona komið með bara svona lið með ykkur við borðið, við samningsborðið, þetta ekki bara gott? Ég meina, það alveg ljóst að þið vilja fara aðeins til vinstri og þau vilja fara til hægri og það betra fyrir ykkur ef að eru kröfur í samfélaginu að fara til vinstri. Já, ég bara segi það enn aftur að öflug verkalýðsforysta náttúrulega bara það sem skiptir mjög miklu máli og bara hefur allatíð gert og heldur áfram að gera. Það ekki mikið sem út að stendur í það að efla lífskjarasamningan og það hafa nú verkalýðsmenn rætt forystufólk þar undanfarið, þannig að það ekkert mikið sem út að stendur. Það voru góðu samningar, ég held að flestir tali í þá veru þrátt fyrir að þessi, hvað við segja, ríkisstjórn þvert á línunar séu undir í því samhengi að þá náðust þó þessi samningar sem að ég held að hafa verið góðir og svona mestuleyti hefur tekist að uppfylla það sem að þar var undir. En það Ég verði að skjóta inn Bjarki, að til dæmis gagnvart leigjendum þá var ekki staðið neitt. Já, hvað ekki neitt? Hverju var lofað sem ekki var staðið við? Það var lofað leigubremsu. Það var settir eitthvað frumvarp, svo spurði ég þá var þetta félagsmálaráðherra þessu sem var Ásmundur Einar, hvað akkur þetta frumvarp ekki þá bara bentan á Guðlaug Þór, eins og það væri sem svolítið afsökun hjá þeim sem í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum, að það ganga ykkur og lofa ykkur og svo það bara, það bara náðist ekki í gegn því að þeir sögðu nei. Já, það nú kannski ekki alltaf þannig, þetta náttúrulega líka auðvitað þannig að í gegnum nefndirnar kemst ekkert allt og það ekkert alltaf vegna þess að það séu ríkisstjórnarflokkarnir sem að hafa því áhyggjur. Sum mál hreinlega fara tilbaka aftur vegna þess að það koma á því agnúar sem að við þurfum að vinna betur og ég tek undir það að mér finnst að það við eigum að setja leiguþak. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að gera það, ekkert bara út af ástandinu núna, heldur bara vegna þess að við höfum einhvern veginn aldrei eignast heilbrigðan leigumarkað á Íslandi, því miður það bara þetta einhvern veginn alltaf eins og villta vestrið og það þarf einhvern veginn að grípa í taumana til þess að ná utan það. En svo eru líka málefni sem að verkalýðshreyfingin hefur heldur ekkert endilega verið samstíga sem að eru þarna undir sem að mínum að við þurfum kannski og vonandi náum betur utanum núna.
En að því við erum á þessum nótum og maður að lesa fréttir, þar sem að sænska ríkisstjórnin að verja, þetta svo háar tölur, maður skilur þetta ekki, þýska ríkisstjórnin og núna íhaldsstjórnin í Bretlandi, til þess að verja þá sem að veikastanda fyrir verðbólgunni. Og það náttúrulega öðruvísi verðbólga þar, það meira orkuhækkunin, ég sá könnun að yfir 60% Breta sjá fram á það geti ekki kynnt húsin, þannig að það sé lítið þeim í vetur. Þannig það gríðalegt vandamál, en það allar ríkisstjórnar að gera. Þetta ekki út af kröfu, það ekki lausir samningar en neitt, það bara koma pakkar frá hverju ríkisstjórnar fætur öðru, bara ekki ósvipað að var í upphafi COVID. Helga, ættu við ekki að vera að ræða þetta á vettvangi stjórnmálanna? Hvernig við ætlum að bæta þeim sem að verða fyrir kjaraskerðingu? Hvernig við ætlum að bæta það þannig að verðbólgan fari ekki einhvern veginn fram á bakinu á því fólki? Já, það nákvæmlega það sem við bíðum spennt eftir að sjá. Það það sem að Heldur það komið fram í fjárlagafrumvarpinu? Já, samhliða fjárlagafrumvarpinu lagður fram bandormur svokallaður og það einmitt þar sem að við eigum að fá að sjá allar þessar aðgerðir, allar þessar mótvægisaðgerðir sem að fulltrúar ríkisstjórnarinnar ræða fjálglega á tyllidögum. Við hljótum að fá að sjá þetta líka á mánudaginn kemur þegar fjármálaráðherra kynnir fjárlagafrumvarp þessara ríkisstjórnar, nýtt fjárlagafrumvarp. Það Bjarkey, kemur pakki með... Það verður að gerast, ég meina, það verður að koma til móts við fólki í landinu. Kemur pakki með fjárlagafrumvarpinu, Bjarkey, heldur þú? Ég hef ekki séð fjárlagafrumvarp, frekar en bara aðrir þingmenn. Og það bara þannig að þótt margur haldi það nú að við þingmenn meirihluta séu mjög innviklaðir í það, þá það bara ekki svoleiðis. En við byrjum þetta bara strax í sumar að setja út aðgerðir, ekki gleyma því, varðandi verðbólguna, en það alveg augljóst mál að við verðum að horfa til þessa sem að verst standa í samfélaginu og verða kannski hvað harðast fyrir barðina á hækkandi verðbólgu, en leið kannski að maður rosalega glaður yfir því að standa ekki frammi fyrir þeim vanda sem að Evrópa búið að standa frammi fyrir. Hvorki allt á miklum hita í sumar eða þá allt á háu raforkuverði og öðru slíku, að þá, svo sem kannski má segja að mörguleyti stöndum við vel, en ég meina hún býtur auðvitað verðbólgan í þá sem að lítið hafa milli handana og að þeim verðum við að hlúa mínum að þið núna bara strax í haust. Já. Má ég aðeins skjóta inn að því að verðbólgan í Evrópu knúin áfram hækkun á orkuverði, það sem sumstaðir bara fjórföld hækkun á orkuverði. Við erum bara svipuð róli með okkar verðbólgu og okkar verðbólga meira og minna langstæstuleitt að komi vegna hækkunar húsnæðisverði og ráðu við því hækka vextina sem að hækka húsnæðiskostnaðin hjá þeim sem að borga, sem að kaupa og sem að líka fer yfir í leiguna. Þannig að þetta þarf ekki þá ættum við ekki vera að ræða einhverja aðgerðir bara í húsnæðismálum, svipað og aðrir að ræða aðgerðir í orkumálum. Ja, það þetta skjól sem að maður finnur að hver ráðherrann og hver fulltrúi ríkisstjórnarinnar hleypur inn í þessa dagana að berja okkur á brjóst fyrir að vera þó ekki með hækkandi orkureikninga. En við erum með lánin okkar á ógnarhraða og þeir sem eru með óverðtryggðu lánin eru auðvitað að horfa á greiðslubyrðina rjúka upp úr öllu. Þeir sem eru með verðtryggðu lánin eru að horfa á höfuðstólinn rjúka upp úr öllu. Og þetta auðvitað ekkert grín og þeir sem eru með verðtryggðu lánin verða þá með þetta inn til lengri framtíðar og þetta býtur auðvitað harðast á tekjulægra fólki sem að ræður þá bara ekkert við að borga á lánunum sínum og hvað ætlar ríkisstjórnin að gera í því? Við erum með tilfærslukerfi sem að býsna vel hannað en ofboðslega veiklað núna og hefur verið undanfarin ár. Þar erum við að tala barnabæturnar og vaxtabæturnar. Þetta eru tæki sem við eigum að vera að nota til þess að koma til móts við einmitt þessa. Svo þarf bara að horfa mjög vandlega á húsnæðisbæturnar og hækka þær fyrir þá sem eru á leigumarkaði. Það bara verður að gera það samhliða. Það var gert lítillega í sumar eins og Bjarkey benti á. Já, en ég meina það þetta sem ef við getum séð að leigan að hækka freklega. En núna, ég held að breytingin horfa á þannig að húsnæðiseigandinn sem að leigja húsið, að honum nægi að fá vaxtabæturnar til sín ef hann fær eitthvað slíkt.
Ég held að það sé meiri breyting á þeim sem eru að hafa verið að kaupa, eins og þú varst að benda á, eru með overtrí lán. Ég held að það sé meiri högg á framfærsluna hjá þeim, heldur en á leigjendum, svona ef við tekjum bara undanfarna mánuði. Hvað segir þú, Bjarkey? Er þetta ekki mál sem við ættum að vera að adressa einhvern veginn að raunverulega ótengt í kjarasamningum? Jú, ég held að en við skulum ekki gleyma því að við höfum alltaf búið við þetta hagkerfi okkar, þar að segja það er smátt og við höfum verið í við búið við verðbólgutölur í gegnum áratugina sem að hafa rokkað svona til og kynslóðurnar undan okkur hafa lent í alls konar og allt það varðandi þetta og einmitt kannski lánin eða eignirnar brunnið uppi eins og þú kannski manst allavega vel Gunnar en ég ég meina sannarlega samt sem áður vaxtastig ekki mjög hátt á Íslandi sem betur fer núna og hefur auðvitað ekki verið svona, allavega frá því ég man eftir í þessum lágu tölum þrátt fyrir að verðbólgan sé orðin þetta núna. En ég held að við verðum að koma til móts við þá sem að kannski eins og maður segir hafa orðið fyrir mesta högginu. Hvernig við gerum það svo útfærsluatriði eins og Helga var að segja hvort sem það í gegnum tilfærslukerfin. Við höfum verið að nýta barnabótakerfið talsvert og kannski þurfum við einmitt að nýta vaxtabótakerfið enn frekar. Varðandi svo húsnæðisbæturnar af því þær hafa náttúrulega verið fyrst og fremst kannski til leigjenda á vegum sveitarfélagana þannig að það svo þetta kannski þeirra bolmagn lítið að mínu mati til þess kannski að hækka þær hjá sér þannig að þetta svona samspil allavega þáttar sem að ég held að mitt fólk sé nú að horfa á alla daga hvernig hægt að mæta og hversu langvarandi þetta ástand kemur til með að vera. Ég ræddi svolítið tekjur Bjarkey að því að á landsþinginu annars vegar að fjármagnseigendur þyrftu að borga til sveitarfélagana og það þyrfti að hækka fjármagnstekjuskatt og það þyrfti að hækka veiðigjöld. Já. Haldið þið ná þessu fram? Ég ekki nægilega viss það, en þetta auðvitað bara stefna míns flokks, það auðvitað, við höfum viljað þrepaskipta fjármagnstekjuskattinum og við höfum viljað ná til þeirra líka fyrst og fremst sem eru að borga sér aðalega sem sagt bara fjármagnstekjur. Það auðvitað óeðlilegt að þú búir í sveitarfélagi og borgir ekkert útsvar en þiggir alla þjónustu. Og ég hef svo sem alveg talað fyrir því á þingi áður að þetta sé eitthvað sem að mér hefur til dæmis fundist miklu betri tekjustopp fyrir sveitarfélagin af því það alltaf verið að tala að fjölga þeim, frekar heldur en gistináttaskatturinn sem að svona kemur mjög misjafnlega út og allavega hefur ekki verið að mínum mati vel útfærður fram til þessa þegar þú varst að borga það sama fyrir tjald og fyrir 5-stjörnu hótel í gistináttaskatt. Þannig að þetta allavega eitthvað sem að við Vinstri græn viljum gera og sama það með veiðigjöldin að við höfum talað það að það sé partur af því, ég meina ekkert endilega bara hvað við segja, þú veist að þau séu hærri, þetta getur líka verið falið í því að við horfum á umhverfisþáttinn, hvernig getum við laðað frekar og fyrr fram umbætur þar að lútandi skiljiði, þannig að það margt undir í þessu, en þetta engin nýsannindi þó að flokksráðsfundur hafi álíktað í þessa veru, þetta bara okkar stefna og við reynum að ná því fram sem að við teljum mögulegt á hverjum tíma. Herðu, Helga Vala, það verður kosin í formar hjá ykkur. Já. Ætlið ekki að hafa kosningu á það bara að vera einn í frambóði sem að sjálfkjörinn? Eins og þetta sé ykkur sóknarnefnd Norður-Írlandi? Já, það nú kosninga bara. Já, það oft eilt, já, það rétt. Það kirkjan og íþróttafélögin, það hattramasta Það ekki lágmarkað formaðurinn hafi almennilegt umboð flokksmanna, þannig að Jú, ég meina, framboðsfrestur rennur út viku fyrir landsfund. Hvað heldur þú? Nei, ég hef ekki vonað því að það kom einhver annar. Þetta já, ég held ekki Bjarkey, legið lengi í loftinu. Bjarkey, þú hefur áhuga á pólitík. Heldur að samfylkingin breytist við að Kristrún verði formaður? Já, það held ég. Hvernig þá? Ég svo sem ætla ekki að segja hvernig þá, ég held bara að hún breytist, ég meina það alltaf breytingar með tilkomu nýs formans í stjórnmálaflokki, það alltaf svona einhverjar áherslubreytingar og Kristrún hefur talað með talsvert öðrum hætti finnst mér heldur en kannski forverar hennar og ég held að það veri bara
mjög skemmtilegt að sjá hvert hún leiðir Samfylkinguna, verði hún kjörin sem eins og Helga Vala segir, við sýnist alla líku benda til. Ég set með henni í fjárlaganefnd og það bara mjög fínt, hún leggur gríðarlega mikið og gott til málana þar. Þannig ég held að þetta verður mesta spennandi hver verður varaformaður Samfylkingarinnar. Ég mikið áhuga pólitík, en þið getið ekki logið því að mér að maður ég vera spenntur í hverju varaformaður Samfylkingarins. Það bara... Þegar Logi eina varaformaðurinn sem raunverulega hefur orðið eitthvað frétt úr og hann bara var skyndilega formaður. Og þá sagði eiginlega flest fólk, Logi hver? Það bara því miður, þá það ekki, þetta ekki starra embættið en það. Nei, en það kannski skiptir að máli held ég með svona, það einmitt hvort að viðkomandi á þingi eða ekki. Og það hefur einmitt ekki raunin, ég held að það geti skipt máli. Ok, en það einin með okkar sem hefur allt annað álita á varaformennsku í Samfylkingunni heldur en ég. Það Helga Vala sem bauð sér fram sem varaformaður. Nei, ég reyndi að talaði það meira segja í kosningabaráttunni þá að það væri öllum nákvæmlega saman hver væri varaformaður í stjórnmálaflokki. Það ekki klók aðferð í kosningabaráttu. Það ekki klók aðferð í kosningabaráttu að segja skipta ykkur máli ykkur vinnur. Nei, en sko, þú veist, ég að mínu áliti á varaformaðurinn fyrst og fremst að hlúa að innra starfinu. Þannig var það í gamla daga. Og passa upp á og keyra áfram málefnastarfi og svona. En ég meina, þú veist, þetta á ekki að skipta almenning neinu máli, sko. Þetta fyrir áhuga fólk pólitík hverjir í hvaða stólum. Og já. Já, en það var nú vitnað til minnst varaformanns rétt áðan, skiljiði, og það eins og segja fólk sem hefur áhuga á pólitík að það vitnað. Já, hann auðvitað ráðherra í ríkisstjórn Íslands, sko. Það skiptir líka næst að Samfylkingur orðið, sko. Nei, ég meina, hann ráðherra sem að segja, mér langar ekki að vera í þessari ríkisstjórn, sko. Þannig að það auðvitað töluvert, sko. Það var bara að vísa því hann sem varaformaður, bara því hann varaformaður, en það auðvitað meira vert að hann ráðherra í ríkisstjórn. Það frétt ef að Þórdís Kolbrún kemur fram og segir mér langar ekki að vera í þessari ríkisstjórn. Ég meina, það yrði það rætt á kaffistofunni hjá Vinstri-grænum. Já, en þetta var ekki sagt svona, bara svo því sé haldið til haga. En það svolítið athyglisvert að bæði varaformaður VG og varaformaður Framsóknar sem eru tveir ráðherrar í ríkisstjórn skuli bæði vera svona lítið. Það ólund í þeim, það einhver ólund í þeim. Já, alveg greinilega. Ég hef svona grunn, ég held að vera erfitt að fyrir þessa ríkisstjórn að komast út kjörtímabilið. Hvað segir þú, Helga? Ég veit að Bjarni bara getur ekki sagt annað en andmælt þessu, en hvað heldur þú? Því að þú varst að tala þess að tekjuöflun, sko. Ég meina, Bjarki var að tala að þau geta alveg hugsað sér að kannski hækka veiðigjöld en svo dróun aðeins í land fannst mér með það og fór að tala einhverja aðra leið og fór að tala umhverfismál og eitthvað. Talandi Lilju, þá var hún nokkuð ákveðin með það. Hún vildi bæði hækka veiðigjöld og hækka bankaskatt. Hvorugt hefur orðið að veruleika en mögulega fáum við að sjá eitthvað slíkt núna í næstu viku að Framsókn og Vinstri-græn hafi eitthvað að segja í þessari ríkisstjórn. Það dauðafæri fyrir banka. Það óvart að formaður fjárlaganefndar hafi ekki heyrt neitt hvað í vændum af því að ég býst við að forsætisráðherra og formaður formanns fjárlaganefndar viti hvað í vændum og mér finnst skrítið að það sé ekkert samtal á milli og að þetta sé kynnt formlega fyrir þingmönnum á mánudag þá hlýtur að hafa átt í stað eitthvað samtal. En Bjarki, við erum í dauðafæri fyrir bankaskatt því að nú verið að leggja á svona vindfólksskatt út alla Evrópu á orkufyrirtæki sem græða gríðarlega. Þessi vaxtahækkur sem skellt yfir í samfélagið mun auka mjög gróða bankana þannig að við erum alveg í dauðafæri að setja bankaskatt, sérstaklega bankaskatt. Já, ég tala oft fyrir því þingi og þegar að þetta var þessi breyting á stað á sín tíma, þar sem þegar hann var lækkaður þá sagði ég það að ef hann myndi ekki skila sér í rauninni til okkar fólksins í landinu að við sæjum það að þetta væri að skila sér að þá fyndist mér eðlilegt að þessi ákvörðun yrði endurskoðuð og ég bara tek undir það og ég meina nú viðtal við Höskuld sem að Arion bankastjóra sem að sagði það hvað ég segja, hann orðaði það þannig þegar að hann var spurður þetta að hækka skattin aftur að það væri ekkert afleitt að gera það. Mér finnst það eigi að gera það því að þeir hafa ekki skilað þessu til okkar. Það alveg klárt mál og
ég meina, hvort sem við tölum hvalrekaskatt eða hvaða, þá allavega eru bankarnir okkar það vel stæðið að þeir hafa bara mjög og fullt tök á því að annarkvort að hækka ekki svona hjá sig vexti þó að Seðlabankinn hækki eða skilir sér til baka. Herðu, nú eru símandi þarna að hringja. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til þess að koma hérna við og staldra við á rauðaborðið. Það var mjög gaman að tala við ykkur og ég ætla að fá að tala við ykkur seinna aftur, en við sláum botnin í þetta núna. Takk kærlega fyrir, Helga Vala og Bjarkey.